tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og gleðilegt sumar. Veturinn hefur verið líflegur hjá okkur í sjónvarpi Víkurfrétta. Þættirnir skipta tögum og innslögin ennþá fleiri. Þessum þætti ætlum við að skoða lítið brot af því sem við höfum verið að gera í vetur og ætlum að byrja með honum Lárusi sem fagnaði 101 árs afmæli sínu í hesthúsi á Mánagrund. Á afmælisdaginn mætti Lárus ásamt Kristínu Gísladóttur sambýliskonu sinni sem 91 árs í hesthús á Mánagrund í Reykjanesbæ þar sem þau skelltu sér á hestbak í tilefni dagsins. Sjónvarp Víkurfrétta var á staðnum enda saga til næsta bæja þegar öldungar eins og Lárus mæta í hesthúsið og fara á bak. Lárus þekkir vel til hesta en hann sá meðal annars póstflutning á hestum úr Hrútafirði til Hólmavíkur í áratug. Komum með okkur í hesthúsið og heyrum aðeins í Lárusi sem hinn hressasti þrátt fyrir háan aldur. Þetta hefur verið skemmtileg tímamót að koma hérna og fá að fara hestbak. Það er alveg óvænt og ótrúlega mikið gaman að það sé því. Ég hefði nú aldrei trúað því núna fyrir nokkrum árum bara að ég ætti eftir að koma á hestbak. En ég ætla nú ekki að hafa mörg orð það hvað þurfti að hafa mikið fyrir því að koma mér á hestbak. Það er ekki það sem skiptir málinu. Þú þekkir nú aðeins til hrossa, þú varst hérna meðal annars í póstflutningum á hrossum hérna í eina tíð. Já. Ég var það. Hvernig var sá tími þegar það þurfti að nýta hestasamgöngur og það var lítið annað í boði? Það var náttúrulega ýmsum erfiðleikum bundið. En ég get sagt þér eina sögu af því að einu sinni var ég í póstverð og gerir á mig ofsaveður. Það var líka veðrinu sem var slydduveðrinu sem kom í Reykjavík. Það var bara í gær held ég. Gær eða fyrradag. Og þá ég að fara fram hjá einum bæ sem að hérna ég ætlaði þó ekki gista hjá. En bóndinn kom í veg fyrir mig til að ná í bréf sem ég var með til hans og segir að nú ferð þú ekki lengra. Ég sleppir ekki lengra, þetta er ófært og þú getur ekki ætlast til þess að hestarnir hlýði þér með það að halda frá þetta á móti þessu veðri. Það var alveg grenjandi slyddukafall og norðan ofsastormur. Þetta hefur jafnvel bjargað þér þá? Þetta bjargaði mér þá því ég er vissum að ég hef aldrei komist í náttstað með hestana eins og veðrið var. Það er nú sagt að allt sé fertugum fært en þú út úr tvisvarsinnum það? Rúmlega það. Hvað fékk þér til að fara að ganga á Þorbjörn? Já, það sem fékk mig til að fara að ganga voru 2 vinkonur mínar í Keflavík. Það er Björg og Sigrún Ólafsdætur fyrir þó nokkrum árum. Og ég eiginlega þakka þeim hvað ég hefur góða heilsu. Verður þetta eitthvað fíkn að príla upp þetta fjall? Nei, það verður ekki fíkn. Það er bara, maður hefur ánægja á lífinu og reynir að halda skrokkhelvítinu gangandi. Ertu búin að stunda þetta lengi? Það er nú langt, þó nokkuð sinni byrjaði að labba á Þorbjörn en hér áður fór maður að sumrin og valdi sólardag en nú fer maður í alls konar veðrum. Hvernig er besta veðrið til þess að klífa fjöll? Já, það er sólarlaust hægviðri. Dagar eins og í dag, svona bjartur en kaldur, er þetta gott klifurveður? Þetta er mjög góður dagur, mjög góður. Hvað ertu lengi að fara upp fjallið? Ég er frá bíl og að bíl ef ég fer upp að gestabókinni, þá er ég 40 mínútur svona í hægviðri, 50 mínútur ef ég fer upp að möstrónum sem ég ger nú stundum.
Sesselja Ósk Stefánsdóttir er 9 ára stúlka á Reykjanesbæ sem komst á dögunum í úrslit í söngkeppninni Jólastjarnan 2015. 300 börn sendu inn myndband í keppnina í ár. 12 þeirra komist í úrslit og er Sesselja þeirra yngst. Börnin koma svo fram á jólatónleikum Björgvins Halldórssonar í Laugardalshöll 12. desember. Sesselja byrjaði að syngja áður en hún lærði að tala og áður en hún lærði að ganga skreið hún ofta hljómflutningstækjum heimilisins og kveikti á og byrjaði að syngja með. Kristín Víum, mamma Sesselju, vinnur í hljómahöllinni í Reykjanesbæ og kemur Sesselja oft í heimsókn í vinnuna til mömmu sinnar og æfir sig að syngja í karaoke-klefa. Getur þú þá sagt mér hvernig það kom til að þú sendir umsókn fyrir hana í keppnina? Þetta var nú bara svona eitthvað sem ég heyrði í útvarpinu. Ég var búin að heyra nokkrar auglýsingar samt við jólastjörnina og gleymdi svo alltaf jafnóðum. Þangað til síðasta daginn að þá heyri ég að það er loka frestur og ég í rauninni veit ekki þegar ég sendi inn myndbandi hvort að ég er komin yfir þennan tiltekna tíma eða hvort að myndbandi náist. Hún vissi ekki af því að ég hefði sendt inn myndbandið, ekki hugmynd það og mamman ætlaði bara að fara að voða svona laumulega þessu öllu saman. En varð svo auðvitað tilkynna stelpunni þegar hún var valin í 12 manna úrslitin að hún yrði þessi í sjónvarpinu cirka 5-6 dögum eftir að við fengum póstinn. Ég var bara spennt og vissi ekki hvort þetta væri, hvort náði að komast inn ég eða systir mín. Það var eina sem ég var að hugsa. Og hefur eitthvað tíma lært að syngja eða verið í kór? Nei. Ertu þá að æfa þig heima? Já. Og hvaða lög finnst þið skemmtilegast að syngja? Það er fullt að laga. Geturðu nefnt kannski 1 eða 2? Masterpiece með Jessie J og Flashlight. Síðasta áratuginn hefur Benni Kalli miðlað lífsreynslu sinni og verið með umferðarforvarnir fyrir nemendur í 10. bekk í grunnskólum landsins. Þar brýnir hann fyrir unga fólkinu að fara varlega í umferðinni með reynslusögu sinni sem hann styður með fjölmörgum áhrifaríkum ljósmyndum. Benni Kalli hefur meðal annars heimsótt 10. bekkinga á Suðurnesjum og hafa þær heimsóknir verið í boði bæði HS Orku og Ísavía sem greiða laun Benna Kalla í átakinu hér suður með sjó. Við spurðum kappan hvað fyrirlestrarnir með skólakrökkunum væru að gefa honum. Færðu mikið svona út úr því að vera með svona fyrirlestrar fyrir krakkana? Já, þetta er alveg bara frábært sko. Það gefur mér mjög mikið líka og sérstaklega ef ég er að hitta fyrirverandi nemendur kannski mörgum ára seinna og segja bara, veist, ég man alveg ennþá eftir þér Benni og þú svona breytti aðeins hvernig ég var að hugsa. Og fyrra þá heimsótti ég sko 2000 eitthvað nemendur og ef bara einn af þeim sleppi við alvarleg slys þá er það bara mission complete hjá mér. Auðvitað næ ég ekki til allra en vonandi fer þetta inn í einhvern skilur að það er enginn að sinna þessum umferðarforvörnum eins og ég er að gera. Það er enginn sem hefur lent í einhverju alvarlegu slysi og á mikið af myndum og hlutum til að sýna krökkunum að því ef ég væri með fyrirlestur og væri ekki með neitt með mig til að bakka upp mína sögu þá væri þetta allt öðruvísi. Þá myndi ég sennilega ekki ná eins vel til þeirra sko. Þannig að ég spyr líka þá, hefur þú trú á því að þetta beri árangur, það sem þú vorst að gera? Já, ég meina, það er náttúrulega ekkert að mæla það, sko, neitt svona þannig, það er náttúrulega ekki gerðan svona rannsóknir á það, en það sem ég get bara metið sjálfur og ég get sýnt þér, það er þegar ég er að fá umsagnir frá nemendum og kennurum, hvernig þeim fannst að fá mig í heimsókn og maður les það yfir, þá er eiginlega svolítið svona samhljómur í gegnum það. Að ég vakti svolítið til umhugsunar hættunar í umferðinu og líka kem ég bara inn á aðra hluti hvernig ég kom kannski fram við fatla og ef þú ert að glíma við eitthvað andleg vandamál og ég kem inn á svo margt annað, ekki bara umferðinu, líka bara svona hvernig er að lifa eftir að hafa lent í einhver alvarlegri lífsreynslu, hvernig sem hún er sko. Þetta er náttúrulega bara, mamma sagði alltaf við mig Sálu að þetta er bara skóli, bara sumir fara í gegnum erfðaskóla og sumir fara í gegnum léttanskóla, þetta er ekkert stjörnuvísindi sko. Á topp 10 lista ferðasíðunnar TripAdvisor yfir þau gistiheimili á Íslandi sem fá hvað besta umsögn gesta eru 3 á Suðurnesjum.
Eitt þeirra gistiheimili Reifin við höfnina í Njarðvík. Hulda Sveinsdóttir eigandi gistihússins og býr hún þar og deilir því eldhúsi, baði og stofu með ferðamönnum. Hún segir þurfa nokkra þolinmæði til að búa við þær aðstæður en að sama skapi sé það mjög líflegt enda gefandi að opna heimilið sitt á þennan hátt. Gistiheimilið í húsi sem áður var fjós og minni jafnvel svolítið á safn því þær eru margir sögulegir munir. Þetta alltaf nýtt og nýtt sem kemur í ljós þegar fólki kemur og vil fá að gista á einhverju heimagistingu sem að samsumar næsti svona má líka við safni og flestir vilja fá að taka myndir og ég ekkert mál. Þeim finnst það voða gaman og sjaldan hefur fólkið farið inn á stað sem að hefur verið svona mikið af gömlum hlutum að geyma. Og hvað það svona helst sem vekur athygli þeirra hérna inni? Til dæmis að herbyggin öll svona með sín eigin þema. Það herbyggi sem heitir músikherbyggi og svo það antik og svo það vinnustofan í fjósinu og söguherbyggi og gestaherbyggi, þannig að þau eru öll svona með sín eigin sjarma. Vinsælasta herbyggi myndi segja að vera músikherbyggið. Þar eru mörg hljóðfærin og flest þeirra hefur Saga dóttir mín spilað á og á. Nú í ár Hulda með gistiheimili opið í fyrsta sinn yfir vetratíman og ekkert lát á aðsókninni þrátt fyrir vetrarveður. Þetta gefur mig bara mikið óvart. Ég hefði haldið að fólk væri bara heima hjá sér að vinna. Sérstaklega vera ekki að koma til Íslands í þessa veðröktu og hálku og snjókomu og storm og nei, það viljugt og hefur þvílíkt gaman að því að keyra austur á Vík og alveg að Jökulsárlóni og ég myndi ekki fara þá að myndi borga mig Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo pandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Fjóru sinnum fjórir ævintýraferðir eru lífilegt fjölskyldufyrirtæki í Grindavík. Sigurður Óli Hilmarsson stofnaði fyrirtækið árið 2007 ásamt sonum sínum, þeim Jakobi og Kjartani. Fyrirtækið býður upp á fjórhjólaferðir í nágrenni Grindavíkur og þeir bræður sáu reksturinn fyrir sér sem ágæta aukavinnu með öðru starfi. Nú, 9 árum síðar, fyrirtæki eitt af stærsta hér á landi í ævintýraferðum á fjórhjólum með starfsmenn í 7,5 stöðugildi allan ársins hring og marga starfsmenn sem mæta í útköll þegar mikið að gera. Jæja strákar, þetta mikið fjör hérna á fjórhjóli, en hvernig byrjaði þetta ævintýri hjá ykkur? Þetta byrjaði heila þannig að við vorum náttúrulega búin að vera að ferðast svæðið og alls konar leiktækjum. Við bræðurnir á samt félögum og svo datt okkur bara í hug þegar maður búin að sjá alla þessa náttúru sem falin hérna út allt. Hvort það væri ekki bara sniðugt að kynna þetta fyrir útlendingum og svo náttúrulega byrjaði þetta samt eiginlega með Íslendingum. Þar var bara orðsporið sem hélt okkur gangandi til að byrja með. Og svo bara vattið upp á sig. Við fórum náttúrulega að setja bara upp leiðir og gera skemmtilega ferðir með hópa og starfsmannaferðir mikið. Og svo fóru útlendingurinn náttúrulega aukast. Við náttúrulega byrjuðum 2007, það herrans ár. Já. Og útlendingarnir hafa náttúrulega komið meira og meira síðan þá, eins og þegar við örugglega fundið fyrir hana. Þannig að við byrjuðum náttúrulega í því í byrjun að vera bara með hópa og þannig að þá var þetta bara svona auka vinna með, þannig að við tókum bara mótið þeim þegar það var bókað. Svo fór þetta þróast meira út í það að það var meiri túristi sem var lappandi götunar og þá fórum við að taka á móti daytúr líka, þannig að þá erum við að sækja í Reykjavík 4 sinnum á dag og fara með ferðir allt frá klukkutíma og upp í heilan dag og erum meira saman búin að plana núna
2 daga ferð sem bara á Reykjanesinu. Fyrir dagurinn þá tökum við vestari partin á Reykjanesinu, Gunnuhver og Eldvörpin og Sandvíkina og kvöldið þá förum við í Bláa lónið og daginn eftir þá tökum við austari partin og kíkjum á Seltúnið, Djúpavogsleið. Þetta er náttúrulega bara algjör perla sem við höfum hérna. Jón, eitthvað á stærð við alheiminn. Erum við að tala um Keflavík? Já, sjálfsögðu. Keflavík er ekki sólkerfi, heldur að minnsta kosti vetrarbraut. En já, Keflavík spilar stóra rullu þarna, eins og í fyrri bókinni, Fiskarnir hafa enga fætur og þá er hérna svona nokkuð drjúgur hluti sögunar fyrir fram hérna í Keflavík, bæði í dag og fyrir á 9. áratugnum og svona. Hvað ertu að leika þér með í þessari sögu? Sérstaklega ef við spyrjum hérna Suðurnesjamenn sem tengist okkur. Já, þið voru svo óheppnir að ég bjó hérna í 10 ár sko. Kom hérna 12 ára og fór hérna 22 ára og var í hérna Keflavík og Sandgerði mikið líka, vinna í saltfisk og skreið. Þannig að ég vissi allan tíman að ég myndi einhvern tímann skrifa Keflavík og bæði það svona sérstaka andrúmsloft sem hérna út af hernum og líka bara út af staðsetningu, það er að segja umhverfinu. Hér náttúrulega lítið fjöll í nánd, þó mjög falleg fjallasýn, mikið af hraunum, hvergi eins mikill vindur og hér, jafnvel meira en í Vestmannaeyjum. Og stemningin er bara allt öðruvísi en annars staðar á landinu og ég sem rithöfundur vissi að ég myndi einhvern tímann þurfa að lýsa þessu. Nú voru 30 ár liðin síðan hótel byrjaði hérna á þessum reit sem flughótel en núna er þetta orðið Parkin by Radisson. Í hverju felast þessar miklu breytingar sem hafa orðið hérna hjá ykkur á undanförnum árum? Aðalega það sem við höfum verið að gera núna eftir að við gengum inn í þessa keðju er að við höfum verið að breyta lúkkinu. Þessi frasi add color to your life sem sýnir sig í litunum á húsgögnunum, litunum inn á herbergjunum líka. Það er svona meiri gleði og þetta er kannski svona til yngra fólks. En þetta er ekki lengur eins og sagt er hefðbundið flugvallahótel, þetta er orðið miklu stærra? Já, við höfum aukið mikið í rými fyrir ráðstefnu og fundi. Við erum með 7 sali, þar af 5 hérna á jarðhæðinni. Mjög vel útbúna öllum tækjum sem til þarf til að halda góða ráðstefnu. Einnig er það mottóið hjá keðjunni að vera með svokallar smart meetings, þar sem það er mikið lagt upp úr að allt sé til alls og einmitt þessi litir. Hvað er þetta orðið mörg herbyggi hjá okkur? Við erum með 81 herbyggi í dag og getum tekið að við erum með 167 uppábúin rúm. Magnús, segðu mér, hvaða hugmyndir hafið þið varðandi framtíðar uppbyggingu í ferðaþjónustu hérna á Garðskaga? Það eru nú ýmsar hugmyndir sem hafa verið reifaðar og hérna við erum sem sagt núna að fara að setja staðverkefni með aðilum sem ætla að taka að sér að vera eins konar staðarhaldara hérna á Garðskaga og halda utan ferðaþjónustu og starfsemi hér á þessu svæði og við ætlum að fara að vinna því að auka hér ferðaþjónustu og mæta þar með þörfu mjög margra sem koma hér á Garðskaga á hverju ári. Nýja tölu sem ég var að heyra væru að jafnvel 100.000 manns kemur hérna á Garðskagann? Já, það er hérna, ég hef heyrt tölur yfir 100.000 ári sem að gæti alveg verið rétt, en það er bara sýnir hvað er mikil aðsókn að þessu svæði hérna. Og hvaða hugmyndir hafið þið í þessar uppbyggingu? Nú við höfum þar hugmyndir að hérna leggja áherslu á auðvitað byggðasafnið okkar og sögu garðsins, útgerðarsöguna og byggðasöguna og síðan eru áformum að vera hér með norðurljósasýningar með fræðsluefni og kvikmyndum sem að ferðamenn geta þá eða þeir sem hingað koma geta kynnt sér og hort á og leggja þar með áherslu á hafið og norðurljósin, þannig að hér verði bær hafsins og norðurljósa.
Við fjöllum nú í ykkur nokkuð oft því á árinu og svona oftast mjög skemmtilegt og það tengist þessum gæludýrum. Þetta náttúrulega alveg magnað það sem að þið voru alltaf bjargandi gæludýrum úr einhverjum vandræðum. Sko þetta byrjaði náttúrulega, þið mistu að byrjunni sko. Þá 3:30 held ég á þriðjudagsnótt þá hringir íbúi á Kirkjuveginum. Þá voru komin 2 hross inn í garð hjá honum og hann vaknaði við bara hávaða og við fórum og kíktum 2 og það var til myndskeið af þessu. En og við náttúrulega hvorugur hestamaður sem fórum í þetta verkefni og við sem svo sem lítið hvað áttum að gera en 3:30 nóttina skrúðum við niður húðun á leigubílum og kölluðum á þá, gópp og þeir komu bara. Svo ókum við bara áleiðis bara niður í Gróf og þeir á eftir okkur allan tíman og við öskrum bara gópp út gluggann. Og svo bara fórum við með þar sem þeir áttu að vera í einhverju gerði og settum bara þangað inn, þannig að það leystist mjög vel. Svo svo bara einhvern veginn gerist þetta, ég man nú ekki hvernig þetta byrjaði allt saman, það hefði ekki verið í brunanum hann upp á Ásbrú. Já, köttur í bjargaði kissunum hann á brennandi. Já, úr íbúðinni hann upp á Ásbrú. Svo kom nú einhver læða og gaut kettlingum í Íslandturnunni heima og svo var nú einhver umferðaróhapp á Njarðarbrautinni sem við fórum inn í og en svo var það bara eins og ég segi, orðið svona skemmtilegt og ég meina maður bara farin að hafa gaman að þessu og bara maður verður aðeins að grínast líka sko. Já. Hefur þú tilfinninguna eða getur þú kannski sagt það með vissu þegar þú heyrir í félögum þínu sem eru lögreglumenn í Reykjavík öðruvísi að vera lögreglumaður í minni samfélögum eins og hér á Suðurnesjum? Já, náttúrulega, sko, maður þekkir nánast alla hér og hér þekkja mann margir en það getur líka verið gott. Það getur líka verið gott en jú, það náttúrulega allt öðruvísi að vera í svona stóru samfélagi en ég líti á þetta sem kost hér. Og þú búinn að vera hérna sem mörg ár, til að segja okkur nákvæmlega hvað þetta langur tími? Þetta eru 45 ár pluss. Og flestir dagar mér sagt? Já, þeir segja það gárungarnir að ég eigi nú dálítið mikið inni á sumarfríi. Hver með það á hreinu? Já, það eiginlega enginn sko. Ekki einu sinni Lena sem nú góður reiknisaus. Hvernig, svona þegar þú rifjar, svona ef þú ferð að rifja eitthvað upp tilbaka, hvað svona eftirminnilegast? Eftirminnilegast náttúrulega þegar við byrjuðum og þá byrjuðum við næstu til 2 hendur tómar og baráttan var mikil vegna þess að það var sem sagt 2 bakarí fyrir og þetta var Njarðvíkurbakarið og það má eiginlega segja það að Ameríkaninn, hann tók mér fagnandi og það var eiginlega hann sem hélt í mér lífinu tíma. Grindavíkurhöfn mjög stór í útflutningsverðmætum en svo nú líka hellingsinnflutningur í gegnum höfnina. Þið eruð að flytja inn fjórðung af því salti sem kemur til landsins. Já, það rétt. Við erum ætla að segja ekki 20 til 25 milljarðar í gjaldeyristekjur sem fer hér, reynda skipað út í annarri höfn. Þeir fá þá tekjurnar af því en við erum bara mjög stolt af því að leggja til gjaldeyristekna fyrir þjóðina og bara sátt við það. En já, við erum að flytja inn 25% eins og þú segir að saltinu hingað inn og aðalega frá Miðjarðarhafinu, þannig að þetta ferðast langa leið en já, það sé ekki eitthvað nálægt því sem þú segir. Og þið flytja inn í allt þetta salt en svo náttúrulega það fer þá aftur bara í heimahagana frá Grindavík? Já, það má segja það. Í formi saltfíksins þá fer hann til landa við Miðjarðarhafið aftur, þannig að þetta skila sér aftur tilbaka, þannig að það einhver ákveðin hringrás sem fer það fram. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum. Víkurfréttavefinn, vaff.is, en þar eru nýja fréttir alla daga vikunar. Og fyrir kylfingana þá bjóðum við upp á vefsíðuna kylfingur.is, en þar að finna golffréttir alla daga ásins. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube-rásinu undir sjónvarp Víkurfrétta.
Við minnum ykkur svo á að koma má ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við Víkurfréttir á póstfangið VFF hjá vff.is. Þakkum fyrir okkur, sjáumst að vikuliðinni, verið sæl.